Komið sæl og velkomin heim í stofu og gleðilega páska. Í dag 20. mars, páskadag, er þema dagsins hinn krossfesti lifir. Í lexíunni stendur: steinninn sem smiðirnir höfnuðu er orðinn að hyrningarsteini. Í pistlunum skrifa Páll: hreinsið burt gamla súrdegið til þess að þið séu nýtt deig. Og í Guðspjallinu fara 3 konur að gröfinni til að smyrja líkama Jesú. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs, Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem er úr Markúsi 16. kafla. Þá hvíldardagurinn var liðinn, keyptu þær María Magdalena, María móðir Jakobs og Salóme ilmsmyrsl til að fara og smyrja hann. Og mjög árla hinn fyrsta dag vikunar sólar upprás koma þær að gröfinni. Þær sögðu sín á milli: hver mun velta fyrir okkur steinunum frá grafarmunnunum? En þegar þær líta upp sjá þær að steininum hafði verið velt frá, en hann var mjög stór. Þær stíga inn í gröfina og sjá ungan mann sitja hægra megin, klæddan hvítri skyrkju. Og þær skelfdust. En hann sagði við þær: skelfist eigi, þið leitið að Jesú frá Nasaret, hinum krossfesta. Hann er upprisinn, hann er ekki hér. Sjáið þarna staðinn þar sem þeir lögðu hann, en farið og segið lærisveinum hans og Pétri: hann fer á undan ykkur til Galíleu. Þar munið þið sjá hann eins og hann sagði ykkur. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Já, á páskadegi er þemað að sjálfsögðu tengt upprisu Jesú. Hinn krossfesti lifir. Jesús hafði lokið verki sínu og síðustu orð hans samkvæmt Jóhannesarguðspjalli voru: það er fullkomnað. Verk hans var fullkomnað. Hann hafði farið í gegnum píslargönguna og dauðan. Hann hafði allan tíman haft val. Hann gat hætt við. Hann hefði getað gefist upp á göngunni upp á Golgata og hætt við að láta negla sig á krossinn. Í Guðspjöllunum eru frásagnir af því að menn ætluðu að gera honum illt, en hann lét sig hverfa, eins og það var orðað í Jóhannesarguðspjalli: hann duldist. Við leiðum yfirleitt ekki hugan að þessu, vegna þess að við hefðum aldrei getað hætt við. Við hefðum reynt að verja okkur við yfirheyrslur hjá Pílatusi, reynt að bjarga okkur, en Jesús vildi ganga í gegnum þessa raun. Hann vildi vera hinn eina fórn sem gat frelsað heiminn, því honum fannst við vera þess virði. Dauði hans var áfall fyrir alla sem fylgdu honum. Flestir lærisveinanna höfðu snúið frá fyrri trú, sem hefur kannski kostað þá fjölskyldu og vini, og nú hafði Jesús sem læknaði aðra verið deyddur smánar dauða á krossi með illræðismönnum. Nú gæti allt samfélagið útskúfað þá líka. Þeir urðu hræddir og í einu Guðspjalli segir að þeir hafi læst sig inni af ótta við almúgann. Að morgni hins fyrsta dags vikunar á sunnudegi fóru konurnar að gröfinni til að þjóna Jesú í síðasta sinn. En þá var líkami hans horfinn. Konurnar urðu hræddar en engillinn sagði: skelfist ekki. Hann segir þeim að fara til lærisveinanna og segja þeim tíðindin: Jesús er upprisinn. Þær áttu að segja lærisveinunum að Jesús færi á undan þeim til Galíleu, eins og hann hafði sagt þeim. Jesús var búinn að segja þeim hvað myndi gerast, en þegar við lendum í áföllum
er eins og öll viðbrögð brenglist. Það er eins og tengingar heilans við minnisbankann hafi brunnið yfir. Og síðar þegar við náum áttum, þá skiljum við ekki hvers vegna við brugðumst svo óskynsamlega við. Jesús hafði sagt þeim að hann myndi deyja og rísa upp á 3. degi og hann hafði sýnt þeim þetta kraftaverk upprisunar í verki þegar Lasarus dó. Lasarus hafði verið 4 daga í gröfinni, en enginn nema Guð hefur vald yfir dauðanum og þar sannaði Jesús að hann er líka Guð. Við getum ekki ímyndað okkur áfallið sem lærisveinarnir urðu fyrir þegar Jesús dó. Hann var þeirra vörn, þeirra skjól og skjöldur. Án hans kiknuðu þeir í hnjánum, fundu til vanmáttar, urðu hræddir, læstu sig inni. Við sveiflumst oft á milli styrks og óstyrks því við erum mannleg og lærisveinarnir voru mannlegir. En svo erum við líka svo fljót að dæma. Þeir gengu með Jesú, þeir sáu kraftaverkin og höfðu sjálfur fengið vald til að lækna þegar Jesús sendi þá út 2 og 2. Áttu þeir ekki að hafa sterkari trú? Jú, kannski, en þeir urðu fyrir áfalli þegar Jesús dó og þá hvarf skynsemin. Og ef Jesús hefði ekki birst þeim aftur upprisinn, hefði sennilega ekkert orðið af trúboði í heiminum. Jesús hafði sagt þeim að hann væri upprissan og lífið, en þegar hann birtist þeim fengu þeir sönnun. Hinn upprisni lifir og hann lifir enn. Trúboð þeirra fékk aukinn kraft og enn í dag lifa frásagnirnar Jesú og fagnaðarerindið er flutt allan heim. Jesús varð að hornsteini trúarinnar eins og segir í lexíunni og í gegnum myndmál Biblíunnar fáum við útskýringar hvernig það virkar. Líkaminn er musteri heilags anda. Þar þarf að leggja hornstein trúarinnar svo musterið sé traust. Við leggjum sjálf þennan hornstein því trúin er val, en fyrir þá sem hafna trúnni er Jesús orðinn að hyrningarsteini. Hann er steinninn sem smiðirnir, og það eru við sjálf, höfnuðu. Og að musterið fellur að lokum. Það er byggt á sandi. Við áföll missa margir trúna. Lærisveinarnir mistu móðinn en Jesús gaf þeim kraftinn aftur. Hann varð þeirra kraftur og lofsöngur til eilífs lífs. Þannig getum við líka endurnýjað trúna okkar og ritningin segir að það brýst út mikill fagnaður á himni yfir hverjum þeim sem tekur sinnaskiptum. Við munum lifa þótt við deyjum og ganga inn í Guðs ríki. Allt þetta varð mögulegt vegna fórnardauða Jesú á krossinum. Þess vegna eigum við að fagna. Í dag er gleðidagur, dagur upprisunar. Páll skrifar í pistlinum að við séum nýtt deig, ósýrð brauð, því páskalambinu hafi verið slátrað sem er Kristur. Ósýrð brauð eru tákn hreinleikans og sannleikans. Ósýrt merkir án gers, án aukaefna sem þenja það út. Þannig skal kenningin borin fram eins og Jesús boðaði hana, án aukaefna, brauð sannleikans. Jesús sagði að hann væri brauð lífsins og hann varaði við súrdegi farisea. Það er kenningum sem var búið að blása upp með aukaefnum.
Í síðustu kvöldmáltíðinni tók hann brauðið, blessaði það og braut, skipti því á milli lærisveinanna. Sennilega var það ósýrt brauð því gyðingar minntust brottfararinnar frá Egyptalandi með því að borða ósýrt brauð á páskum. Það síðan engin tilviljun að Jesús var krossfestur fyrir páska. Páskalambinu sem var fórnað fyrir brottförina frá Egyptalandi og blóð þess sem var sett á dyrastafinn til að engill dauðans færi framhjá. Þetta táknmynd fyrir frelsunarverk Jesú. Engill dauðans mun fara framhjá okkur. Við verðum reist upp og munum lifa þótt við deyjum. Það var hlutverk æðstaprestins að fara með fórnarblóð einu sinni á ári inn í hið allra heilagasta til að friðþægja fyrir syndir og nú er Jesús æðstiprestur okkar inn í tjaldbúð himins og fórnin sem hann leggur á altarið er hann sjálfur. Hann er ósýrða brauðið, skoðunarbrauðið sem var fyrst sett á altari gömlu tjaldbúðarinnar í eyðimörkinni, brauðið sem gefur eilíft líf, brauðið sem reisir þá sem trúa upp til eilífs lífs. Í bæninni kenndi Jesús okkur að biðja daglegt brauð, það er daglega næringu fyrir sálina, daglega handleiðslu gegnum orð hans. Og í altarisgöngunni líkjum við eftir síðustu kvöldmáltíðinni. Við borðum ósýrt brauð og drekkum vín sem tákn þess að við meðtökum orð Guðs og lifum í fyrirheiti bústað í ríki hans. Við lifum í von og trú að Guð muni leiða okkur rétta veginn til sín. Því að Jesús sagði: Sá sem trúir á mig mun aldrei að eilífu deyja, því að ég mun reisa þá upp á efsta degi. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni, Amen.